Góðan daginn og komið í sæl. Það búið að vera svona staðbundin snjókoma hér sérstaklega á Suður- og Vesturlandi í dag og strekkingsvindur á norðausturhorninu en þetta horfir nú allt til betri áttar þegar líður á kvöldið. En við lítum þá hér á stóra yfirlitskortið okkar og lægðin sem þessu veldur föst hér á sunnarlega á Grænlandssundi. Þessi litla lægðarbóla hérna norður á Skotlandi, hún hefur lítil sem engin áhrif hér hjá okkur. En síðan sjáum við þessa sem hérna að koma í átt að Nýfundnalandi annað kvöld að það sem sagt lægðin sem kemur hér annan í páskum. Á hitasviðinu að þá ekkert sérlega mikið að vera hjá okkur. Við erum í mjög áþekkur loftmassa og verðum það svolítið áfram. Það lúrir þetta kalda lofti ennþá vestan Grænland sem að svona fæðir þessa suðvestanátt með nægum kulda til þess að mynda él en það er svona það er farið að sjá svona svolítið fyrir endan á því svona en það getur tekið viku 10 daga í viðbót í það minnsta. En veðri hjá okkur í kvöld, nótt og í fyrramálið, þessar gulu viðvaranir sem við sáum hér áðan, það eru detta út hérna 10 og 11 í kvöld. Við tekur hér á suðvesturhorninu minni háttar éljagangur, en við sjáum að þessi skil hérna á norðausturhorninu, þau ná líklega aldrei að fara alveg út á landi og svo koma þau aftur inn þegar líður á morgundaginn. En þetta svo sem hádegiskortið á morgun, þokkalegsta veður víðast hvar nema kannski að vera skildi þá hérna allar austast. Það er svona strekkingsvindur með þessu og úrkoman svona sæmilega mikil í þessu. Norðanverður Austfirði fá líklega töluvert gusu með þessu. En vestfjarðakjálkinn nú líklega svo staður sem að líklega sleppur hvað best frá úrkomu á morgun. Þróunin síðan þá yfir til laugardags að þessi bakki kemur hér hægt og bítandi inn yfir norður- og austurland og élin svona verða viðvarandi áfram hér við suðvesturströndina sérstaklega. En ná ekki mikið inn á land og svona þurr kafli hér þar á milli og síðan þegar við lítum þá á hádegiskortið á laugardag þá orðið skýjað á mest öllu landinu. Úrkoman þá bundin við norður- og austanvert landið en svona stutt í élja bakka hér suðvestur af. Hitastigið hefur heldur hækkað fyrir norðan enda blæs af austri og kemur þá loft yfir frá mildari hafmassa þannig að svona heldur hlýrra heldur en í öðrum landshlutum. Og svo þróun þá yfir til páskadags þessi bakki mun síðan smátt og smátt fara yfir landið. Minni háttar úrkoma líklega sem ef einhver verður hér á sunnan og vestanlands en það dregur úr úrkomunni í öðrum landshlutum samfara því. Hádegi á páskadag, norðan strekkingur hér allra austast, mun hægar í öðrum landshlutum og þokkalega bjart og fínt veður á norðvestanverðarlandinu þannig það svona heilt yfir svona þokkalegasta veður nema að vera skildi þá hérna allar austast. En til annars í páskum að þá hafa orðið töluverðar breytingar, lægðin sem þá við Nýfundnaland seint á morgun, hennar áhrif að fara að gæta hér hádegi á annan páskadag og þeir sem huga á heimferð á suðvesturhornið á annan í páskum þurfa kannski örlítið að fylgjast með tímasetningum á lægðinni því að það verður ansi hvasst kvöldi þannig að það betra að vera heldur fyrir að ferðinni en seinna. Smá úrkomubakki hérna allara norðaustast en það svo sem hægur vindur og lítið að vera þar. Við skulum þá líta yfir til Evrópu og lægð hér við milli Færeyja og Noregs gefur úrkomu þar á morgun og síðan ekki fyrir að koma hérna suður eftir að við fáum þetta óstöðuga loft en það núna á hægri austurleið þannig að þetta mun svona taka 2-3 daga í viðbót að komast austur fyrir svona okkar svæði getum við kallað. Ítalía svona nokkurn veginn þurr nema einhverja skúrir syðst og sama Suður Frakkland að minnka og að verða þurrara og bjartara en Íberíuskaginn klálega þá staður í Evrópu svona á meginlandinu sem líklega hvað bestur á morgun. Kanaríeyjar þurrt, léttskýjað og rúmlega 20 gráður þannig að fínasta veður þar á morgun. Og ef við förum svo vestur hafið, þá erum við með þessa lægð sváðursæði sem á leiðin út á haf núna og mun hafa verða hjá okkur annan í páskum. Önnur smálægð hér yfir svona rétt austur á Klettafjöllunum og svona úrkoma á víð og dreif. Það hlýtt og mjög óstöðugt loft hér syðst og þrumur og eldingar fylgja nokkuð víða þar. Og vesturströndin ágætlega þurr og alveg björt á köflum þannig að það ekkert stórt þar að vera og Kanada eins og hefur verið undanfarið svona vorið ekki alveg komið þar ennþá. En við skulum þá
ljúka þessu í kvöld, verið þið sæl.